Sólveig Anna, náttúrulega. Sólveig Anna sem alveg að hvítþvo sig af woke-dæminu núna. Já, og bara ekki seinna vænna. Út af því að þetta var náttúrulega bara eitthvað, þetta eru mestu timburmenn sem náttúrulega vinstri menn eru að upplifa með. Þessar sérstöku tilvitnanir sem hún var að taka frá karlmennskunni, ég alveg upplifði mig sem að hafa lesið þetta fyrir nokkrum árum, þetta var svona nokkur ára gamalt eða ekki sem hún var að deila. Jó, og þetta hafi ekki stuðað mig þá, en núna var ég að lesa það bara eitthvað, maður las þetta bara svona eins og tweet frá einhverjum andlipa á Twitter þar sem maður var bara eitthvað, þetta eru öfgar maður. Sko, ég er alltaf að reyna að segja, ég er alltaf að reyna að finna hlutina sem við erum að tala eftir 4 ár. Þess vegna ætla ég ekki stjórnmál út af því að mér finnst ekkert gaman að tala hlutina sem að gerast akkurat í dag, heldur svona meira það sem við erum að fara að tala. Og minn svona helsti leiðarvísir í að finna út hvað það er að tala við fólk einhverja hluti, og til dæmis ef það er að tala það opinberlega eða í góðra vina hópi, þá talar það ákveðin máta, svo þegar maður hittar í prívat, þá segir það eitthvað allt annað. Það er sama með karlmennskuna, skilur. Viltu að karlmennskan sé að koma inn með einhverja bók þriðjuvaktina til þess að haga þínum samskiptum við konuna þína ákveðin máta, og fólk var bara nei, heyrðu, þetta er geðsýki. Þannig að maður vissi alltaf allan tíman að það myndi einhvern veginn vinda ofan að þessu, og þessi svona árafarming miðflokksins myndi einhvern veginn ná að springa út, hvort að þeir munu ná að svona viðhalda því, eða hvort að Sjálfstæðisflokkurinn kemur með eitthvað, eða hvort að jafnvel Framsókn kemur til með að breytast eitthvað þannig. En sko, ándjóks, karlmennskan og þriðjavaktin.